Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum. Ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi. En mér skilst að sú sé reyndin að sé til þannig fólk. Og hann kominn til mín, hingað hann Bjarni Bjarnason, vertu velkominn. Takk fyrir. Það ekki staðreyndin með þig? Ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi? Jú, þetta alveg dagsatt. Þetta dagsatt. Þetta var aldrei planið. Ég hafði nokkið hugsað með það. Ég er svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum. Og háskólinn útvegaði mér nú vinnuaðstöðu. Ég mætti einu sinni á hana. Og var skaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu. Kaffihúsið er svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegur fyrir strákana mína. Þannig að það, og svo er ég líka með góða vinnustofu heima. En það var einhvern veginn þannig að mér var gott þegar ég var búin að gera morgunmat og koma þeim að stað í skólanum svona. Að labba stað á kaffihúsið og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum. Það voru svona heimildastaplar í kringum mig. Og vinnustofan var aðalega notuð í að flokka bækurnar. Það eru 400 heimildir að baki þessar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allan á milli staða, þannig ég ljósritaði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósritaða bunka. Ég var svona skrýtni maður með ljósrituðu bunkana sem satt þarna tímunum saman. Og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hana fram kaffi, José frá Venezuela, hafði flúið heimaland sitt en var raskaflega lífsglaður og áhugasamur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum. Og ég áttaði mig á því að tímabili hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var að gera því hann stoppaði svo mikið hjá mér svona. Og hérna var áhugasamur þetta þannig að skrýtna mann sem var á kafi í einhverjum pappísbunkum eins og Viggo Viðutan og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði þetta fyrir honum og ég held að það hafi verið mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni. Það hjálpaði mér áfram með ritgerðina. Já, ég held ég hafi gleymt að kynna þig áðan til söguna sem rithöfund. Fyrir þessa doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur. Síðast fyrir Andlit, var það ekki síðasta? Jú, það er rétt, það er skaldafissa á síðasta ári. Þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa. Já, það er rétt, það er í nokkra áratugi og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð í raun og veru önnur leið bara þess að skrifa bók að því að ég gat fengið borga fyrir það og hérna fekk alveg styrk í 3 ár og svo styrkt þess að breyta ný bók og svona ég lánsamur með það og þá var þetta. Og á hvað sviði er þetta? Þetta er þessa gráðu sem ég tók í háskólanum eru bókmenntafræði, menningafræði og guðfræði sem ég tekið og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessar sviða en er undir hatti almenna bókmenntafræði, svona samanburða bókmenntir myndi það kallast. Og er það rétt skilið hjá mér að þú hafi bara á gamalsaldri farið að mennta þig, þar að segja það hafi orðið þeir sem að lesa Andlit skaldafissuguna sjá að ég var nú alin upp svolítið svona eins og síkunni þegar ég var 20 þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ýmsu fólki og í 3 löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu. Fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu? Já.
og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla, komst nú ekkert nálægt tím. Þá dettur mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki. Nú? Já, sko þess vegna hafði ég sjálfsér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma. Nei. En ég hafði setið mikið á Landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara og það má alveg segja að doktorsritgerðin sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna af því að flestar heimildirnar eru frá slíkum oft sjálfmenntuðum upp til sveita sem eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota. Já. Og kannski ég að nota það líka af því að ég finn svona til skyldleika við þá. Þessi stjættavingill þannig undir kannski. Já, að vera bara svona sjálfmenntaða grúskara því að sko lengi býra fyrstu gerð sko og þetta maður í grunninn sjálfmenntaða grúskari þó að maður náða að sitja þetta inn í hennar farveg. Já. Og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðinn án þess að hafa verið í rauninni í námi áður, þú verður bara beint í háskólanám eða eitthvað? Sko, já, það var þannig, að ég fór beint í háskólanám. Ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýrsvör, sko. Ég var ekki með það sem að þyrfti til. Svo áttaði ég mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðinni í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur. Já. Það var ekki margir að stunda námið og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kennir skrifa 2 langar ritgerðir guðfræði bókunum mínum. Ég hafði skrifað bók til dæmis sem hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu mey sem unga konu í samtímanum og svona. Á Borgin bak við orðin, hún styðst mikið við gullgerðarlist. Það er svona Kristinn Dulsbeki og hann hafði greint þetta mikið. Þannig ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reiknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til. Ég svona stílaði upp á það og þá fórum menn að ræða þetta og mér var hleypt inn og ég smiklaði sálina hans Jónsmíns inn í guðfræðina. En þetta er ótrúlega áhugaverð stað að þú fann, sko á þessum tíma ertu búin að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni að rýna í og vinna með og það er svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn. Já, einmitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að hleypa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu. Ég passaði mig á að vera með mjög jákvæmt svona hugarfar af því að það getur kannski verið hætt við því að svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitút hvert akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilengja mér aðferðir hennar, svona akademísk vinnubröð og svoleiðis og þau voru mjög opin svo mátti ég eftir 1 ár skipta braut, fór og klára þessu bókmennafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hana þannig að ég fór tilbaka og kláraði hana líka. Já. Þetta er ótrúlega ferðalag. Já, þetta var það var mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leyti gott að fara í skólan á þessum aldri en ég tók eftir því að ég hafði óvart skráð mig í MAG til ólnám. Ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám. Já. Og þá er þarf maður að taka hebresku og hún er síða, það var 70% fall þegar ég var í hebresku og þar fann ég í raun og veru að mig skorti grunninn af því að ég hafði sjálfsög ekki lært málfræði og svona og þegar ég áttaði mig á þessu þá svona spottaði ég út þá nemendur sem að ég taldi bera hana af og reynda að vinna í hópum og svona og þeir svona ég með þeirra hjálp þá
komst ég í gegnum hebreiskuna. Vel gert. En sko það eitt við hinn sjálfmenntaða að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun heldur en fræðimaðurinn hvað varðar svona hefðbunda notkun á heimildum. Já. Var það engin brekka fyrir þig, til dæmis sko doktorsritgerð, það vil nú þannig til ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það til dæmis fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þolinmæði í þetta heimildahelvíti sko, sem fylgir því þau komin þarna upp sko. Var það engin brekka fyrir þig? Jú, það var áskorun sko, ég hafði gefið út greinarstand bók sem að koma út og í sjálf sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmenntir sem þessi bók kom út eftir hrunið og svona greining á bókmenntum og samfélagi sem að þessu leyti skilti sem ég að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna get ég því ég skoða þetta sko eftir að hafa skrifað doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikar myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærulaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn ekki réttur og ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinka mér að strax því að þetta svona getur verið svona fen sérstaklega undir lokin sem að tefur menn það mikið að þeir bara gefast upp en tókst það ná það eru mörg dæmi það sko. Svo til líka ræðs svo á sko, þú veist maður verður hálf einhverfur sko, í þessu neti, í þessu feni stundum en sko það ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgu leyti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskólafólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimspeki og svona, ég hafði áhuga því og náttúrulega fræg bókmenntaverk ég hafði lesið þetta allt saman en þegar maður lesir þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neitt maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neins staðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassísk verk eru svona nefnd þá fer maður svona einhverja andaktu eða stemningu sko en með átt í háskólanum þá þarf það að brjóta þetta niður, setja í samingi kannski lest ekki allt orð fyrir orð, þú er aldrei tíma til þess en þú nærið að setja í hugmyndasögulegt samingi og svona þannig að það eru svona kostir og galla við hvort tveggja sko ég las bókmyndafræði á sínum tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdentspróf að bara prófa allan fjandann og kannski 5 eða 10, 15 einingar max í einhverju námi kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimanna og skálda hann birti stundum í því að það kom skáld og krakki rétt upp hönd og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ógurlega vegna þess að því fannst spurningin einmitt alltof tilgerðarleg, alltof fræðileg og það voru þessi átök á milli skáldana rithöfundana og þeirra sem voru að reyna að læra þetta og sem fræðigrein og kennararnir voru sumir svona stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leyti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lokið núna? Ég held að þau hafa kannski verið
ná einhverjum hápunkti hana mögulega þegar þú varst það þú veist postmodernismin að blómstra og hérna það eru frægir höfundar Foucault og Roland Barthes og svona, þetta eru bara stjörnur skrifa alveg stórkostleg verk sem að og þeir bara gera kröfur mér raun og vera að vera miklu höfundar sjálfir og hérna og meira vit stundum á bókmenntum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raun og veru tilfellið sko þannig að jú, það hafa örugglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi þeirri í sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna mín eigin bók í ritlistinni það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nemendur og sérstaklega allar með setjum nefndi sem að var bara ekkert sáttu við hvernig að aðalpersonan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverjar hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að já, þetta í sjálf sér rétt þetta svona einkenni á barni eins og ég var að þegar það er svo mikið í gangi og svo mikið vitleysa aðstæður þá svona var sjálfsbarka viðleitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekkert á það sem það var í gangi og hérna og þetta kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur þú svona leiðis að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko en þetta var samt rétt hjá nemendanum að hérna það samt eðlilegra og betra stundum að bara bregðast við harkalega því sem er kannski gert á hlutmanns og svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennari og höfundur á sama tíma Þetta í sjálf þessi bókarhefni út af fyrir sig þetta verður rosalega einkennileg staða fyrir þig Já, þetta voru voðalega sérstakar umræður það verður alveg að segjast eins og og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast í ritlistinni með ritlistanema að þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeim og verið mjög margar hluti líka þessa uppvaxtarsögu sem að ég myndi ekki eins og segja neinum viðtölum neinstaðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það í raun og veru engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekkert með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega vel undirbúnir og krifja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem of hátimbruð til þess að höfundar geti bara gagnast að ræða það sko Einn og svo geðvondur man ég að þegar ég spurði spurningar og orðið texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orðið texti, þetta var ekki gott orð í því samhengi En sko, last þú sem lærðuru ungur að lesa? Nei, sko ég hérna þegar maður elstu upp í svona kringustæður það má kalla mig svona uppalinn sjálfmenntaðan og bara sjálfsútgáfu höfund líka á tímabili þá maður ekki með svona
mikla pressu á að læra og svona, ég hálfpartinn lærði þetta sjálfur mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesið í skólanum sko og svona, og byrjaði seint að lesa mikið án pressu, en svo bara strax sem unglingur því ég bjó hjá afa og ömmu af því að afi hafði samkvæðað sér svo mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merkti við það sem hann hefði lesið og svona, þá var þetta við höndun, ég byrjaði bara að tegja mig þetta í leiðindi með ekkert annað að gera svona félagslega svolítið út úr það því að ég náttúrulega var alltaf að flytja á nýja stað. Fátt betra en góð leiðindi. Já, og þau hjálpaði mér þess að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesið þessi verk án svona væntinga. Það var enginn búinn að vera að segja mér þú voru að lesa þetta eitt eða eitthvað. Alveg frelsi til að túlka og rýna. Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjara skáld sem var aðalega bara fjölritar bækur 100 endingum að skiptast á við önnur skáld og svona. Hinn kostur við að vera svona sjálfmenntaður og á eigin róli var að maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum. Nei. Það voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir og svona tóku sér svolítið alvarlega og byggust við að því þau voru með svona hugmynd höfundarhlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhvern markað. Ég var eiginlega allt og mikið hinum megin, ég var bara að skrifa, bara gaman og gefa út einhverja bækur þegar voru orðnað til sko. Og hérna þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svolítið á skjön. Og margt hlutskipti þannig að maður hefur það einhverju leyti á sínu eigin færi að gera það besta úr því. Já. Og þá verður við líka ólík sem svo mikilvægt. Einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð og við hefum aldrei hist heldur. Mér minnir, ég taka feil eða varst það þú sem að deildir með mér hérna fóbíunu við að tínast? Varst það ekki þú? Já, það getur vel verið. Út í Stórborgum. Já. Er það ekki? Flugvalla. Einmitt. Hérna fóbía einhver. Já, er það ekki? Jú. Já, einmitt. Jú. Það hefur sennilega verið að því að ég hafði ætlað að hitta vinn minn í Berlín. Já. Sem var með opnun í fínu gallerí og ég var að vera úr seinna og svona. Og svo bara rataði ég enga veginn og var snarviltur saga lífsmís og þá hérna enda mig þess að hringja í konuna mína Katrín Júlíusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði farðu yfir götuna og ekki kaffihús þar? Jú. Og ég gekk blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekkert niður því að vera að tala við henni í síman, þannig að það var svona bílastæðarstólpi einhver sem var svona mjög óhefnilega hæð, þannig ég gekk beint á hann og var alveg bara þegar ég loksins fann gallerið þá var ég alveg stynjandi á sársauka sko en hérna hún hafði lóðsað mig í gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik. Já. Hefur þú semst haft þessi reynslu? Ég alltaf að lenda í þessu. Já. En sko í stað þess að bölva því því að maður lærir að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja og í stað þess að bölva því í dag þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég svona og vegna þess að ég alltaf að villast og hérna það eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu, þá líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annar sér ástæða til að ná hyperfókus á. Þannig að hérna, þú veist, hvort sem við verum að tala með einhverja greiningar eða ekki, þá þá bara er það ekki eins með þig? Ég menn þú bara lærir að lifa með sjálf þér. Jú, ég næði að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því. Akkurat. Ég held að ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsreynslu sögu sem endaði ekki vel.
svo sem að mönnum finnst fyndnust bara koma með hana hérna, ég held ég hafa nú sagt hana áður hérna við það borðið einhvern tíma en þá ég sem sagt hérna að fljúga frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúga kona mín ekki með mér ég rosalega duglegur strákur þetta bara fyrir 2-3 árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow það var bara svona mikið léttir nema það að nú næsti leikur það að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur og ég, þú veist hérna, maður lærir að af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu það eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég alltaf sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst það öruggur til dæmis einhvern stað stutt frá brottfararliði þá bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukktíma fyrirvara og seti kyrr og þess að ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað þá ekki víst að ég finni aftur þennan stað finn ekki aftur brottfararliði missa fluginu og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum og þá get ég ekki sjálfur bókað einhverstað gistingu og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum hugurinn segir mér þetta augljóslega. Nema það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að ég fara á klóstið og pissi áður en ég fer upp í flugvélina þegar ég að bíða þarna á einhverjum slóðum þar sem sennilega var hliðið mig og hérna og ég fer niður einhvern rúllustiga stoltið hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo áttaði ég mig á því þegar ég komin alveg niður þarna engin klósett og allt í einu verði svo rosalega hræddur að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldreipi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigann aftur en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og ég bara hleyp það tók örugglega 80-90 sekúndur að komast upp hennan rúllustiga og ég orðin skemmtiatriði sirkusatriði, það bara fólk fyrir ofan ef þetta hefði náðst sko bara what the fuck is that segir einhver og annar svona breskur hérna peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa ég alblóðugur, ég sveittur ég eins og hafa lent í mörgum bílslysum en ég komst upp ég sleppti því að pissa og ég komst upp í flugvélina og ég náði Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa þessa reynslu þegar þú á Facebook fórst að segja mér að þú berjast fyrir lífið en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en ég voru nú fyrir mér að koma ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn að ég mann rétt að vera Sál Kripka einhver breskur heimspekingur sem átt að halda erindi í Berlín sem ég þá eitthvað stær í Þýskalandi og bara mikill heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu áður en að fyllast átt að vera þá voru menn undrund að sjá hann í hérna bara labbandi í garðinum í Oxford eða einhvers staðar og hérna fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann, jú, það bara þú veist, þetta allt tilbúið erindu og allt svona en bara hvernig að komast þangað það eitt fremsti heimspekingur sko á 20. öld og hérna sem hélt sko fyrirlestra bara blaðlaust sem menn skrifuð upp að hann var ekki snilt sko en það var það sem að vó upp á móti sko hjá honum hún mörg meinsemdin í okkar lífi við finnum einhverja tækni til þess að en svo hef ég líka vilst í tíma það hérna ég til dæmis og var mjög stoltur af sjálfum mér þegar ég mætti þessi fulltrúi rithöfundasambandsins á þing rithöfunda í Oslo á okkur 5-stjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að komast þarna á réttan stað nema hvað það kannaðist enginn við þessa ráðstefnu því ég kom þannig að þegar ég fór
athuga þetta betur fyrst að enginn tók neitt vilja síns að þessa ráðstefnu þá kom í ljós að hún var ekki fyrir eftir mánuð. Já, hvað gerður þá? Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og keypti mér viskipilla. Góð lausn. Og áttir enda gott frí, svo fann ég hann kaffihús og hotninu nálægt og var þar að vinna og rakst ótrúlega mikið af Íslendingum sem að löpuði hjá og spurði, já, hvað ert þú að gera þetta? Svo það er þetta Sagður það? Svona hálfsannleika. Já, hálfsannleika. Erindum fyrir rithöfundasambandi. En það er ekkert margir sem þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað er maður að kalla þetta? Nei, það er svona Við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að þegar við lítum á okkur sem einhverja vörur og markað og við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf. Alltaf eitthvað í brestina og hérna en það er langbest að sætta sig við það sem fyrst að maður er eins og maður er og maður verður aldrei fullkominn og hérna og hafa húmor fyrir hvað maður er ófullkominn Er húmor í doktorsritgerðinni? Já bara vegna þess að stundum býður efnið upp á það. Það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir, hún las þetta og sagði já, þessi ritgerð er bara mjög skemmtileg. Það er ekki nóg gott. Og hún var náttúrulega að gera gamni sínu en ég held að sé bara skrifið svona á mæltu máli og efnið er skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það og upp á andan stílinn, stemninguna og hvernig þú hugsaðir þetta á vannst heldur raunverulega að hafa skipt máli áskrifaðar hana að miklu leyti á kaffihúsi? Já, ég hugsa að það getur bara vel verið af því að það getur verið svolítið hætt við því að mann taki svona verkefni alvarlega eða svona, alltaf að taka það alvarlega en taki þið hátíðlega þú veist á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við húsi sem er alltaf að koma með kaffibáltiðin og spyrja út í þetta þá er þetta svona alþýðlegra verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það ég vona að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgerð með kaffibræði. Doktorsritgerð með kaffibræði, mér líst mjög vel á það. Viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málsgreinum hvað þú ert að fara með? Í þessari ritgerð? Já, í örfáum orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum. Hvers vegna er höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrjaði raun og verið bara á upphafi svona skráðra bókmynda, bara í Gilgamesh-kviðu og fjalla svolítið mikið þetta í Biblíunni en aðal áherslan er á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögum og sagnum þá er ég aðalega að skoða sögur drukknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvökum og þá er ég velta fyrir mig af hverju er fólk að segja þessar sögur þessar drukknu sjómenn sem birtast í draumi og segja frá því að lokum þau skýra hvar báturinn fórst hvernig ég hef það gott hjá Guði líkið mitt er þarna að finna á ströndinni af hverju er fólk að segja þessar sögur og svona tesan í ritgerðinni er svolítið þetta er þeirra tíma svona áfallahjálp það er svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkæra fólk sem bara hvarf að reyna að skýra hvað kom fyrir það, að reyna að segja okkur að það hafa það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna að þá
er mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá er ekkit víst að maður þekki af hverjum þau eru þannig ef að draumurinn er búin að segja beinin þarna þau eru af, þú veist, mér þá getur fólk fundið og jarða viðkomandi og hvattan þannig að ég er að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkvæm mál og ein leið að áfalla hjálp. Mjög áhugavert. Hefur þig dreymt eitthvað að viti? Sko, ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina draumadagbókin sem hefur verið gefin út. Það er náttúrulega til margar draumadagbækur bara á skjalasafni Landsbókasafnsins en mín var gefin út og heitir Nakti von Beðli og ég hef safnað ég hugsa, sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þarna eru til dæmis draumljóð og hvað sem mikið viti er í þeim, veit ég ekki en augljóslega draumar sem hafa haft áhrif á mig og ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að tala draumljóð að þá bjó ég með konu í London og bara ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og komur heim til þess að leigja risherbyggi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt mission í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona og fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay Já nema hvað að þú getur látið þetta ríma við snow að þetta er sko þannig að þú getur enda bæði á let me stay eða let me go og þegar ég brytt upp á þessu umræðefni við hana þá er ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast á það hvort þetta ég enda á let me stay og let me go og svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hversdagslega líf ef maður sinni að vera vakandi fyrir þeim Akkurat ef maður sefur vakandi þar segja maður sefur vakandi Já, það er svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem vöku Já, það er svona þetta var nú kallað íslendingasögunum stundum drauma íþrótt og það er svona hægt að þjálfa þetta upp Já og ef þú byrjar að skrá draumana niður þá eru það fyrst svolítið eins og æstur krakki þú veist að þeir eru óreiðukenndir kannski jafnvel martraðakenndir og svona og þú ert ekkert að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tónn þetta var svona krakkirna á athygli en þegar þú farin að skráða á aftur þá ber þú að lítið að þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll það er að segja þeir fara svona að reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir á þínu lífi og veist í raun og veru svolítið hvað merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þér og þú er búin að sjá það í 30 draumum eða eitthvað þá sér þau, já, heyri, það er tungumál hérna það eru þessi tákn sem merkja þetta er alltaf að koma aftur þetta er svona þetta persónulega táknmál og svo
alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt æðra tákmál sko, sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallað og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa yfirleitt ekki verið mjög svona háflegir í þeim dúr, þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung en það samt svona tákn eins og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrjar að velta fyrir sér sko eigin draum. Mínu draumar aðalega vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum sko, það ég er á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar ég er í leikriti, ég er að leika og ég veit ekki hvað ég á að segja líður mjög illa á sviðinu er það ekki mjög klassískt? Jú, það er mikið svona kvíðadraumar Já og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun, eitthvað stórkostlegt laglína hafi komið til mín eða einhver flott skrif og maður rimpar þetta upp og hérna eða skrifa niður nótnasettur jafnvel eða eitthvað og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir. Þetta er alltaf drasl. Er það? Já. Mér finnst þetta alltaf að vera drasl sko. En hérna. Það var hérna Það leiðilegt, segja frá því. Það hafa nú mörg fræg tónskáld sko skrifað upp lög úr draumum. Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg sko. Ég er ekki fræg tónskáld. Man veit ekki hvað vökuvitundin gerði sko eftir að vöknuð. Þannig að þú veist aldrei hvað er mikið að marka þetta en það er alveg rétt. En hérna Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir Djöflasonduna og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulinn koma til sín hann hafði ekkert haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir sér fiðlu, bjóst ekkert endilega við hann gæti það en þá tók hann fiðlun og lék flóknast og margræðasta verk sem hann hafði nokkuð tímann heyrst og hann lýsir því sko að þegar hann vaknaði þá reyndan hvað hann gat að ná því en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt og var samt langt frægasta hérna verkið hans og það er þetta sem að ég svolítið að spá í hérna í doktorsritgerðina einstakarsinnum getur maður séð að það sem að gerist á Tartini, hann er svona barokk tónskáld frekar hefðbundin en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og er framsækin þar að sé eins og undirveitundin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsanatöymum sem að vökuveitundin hefur verið með honum og maður sér þetta einstakarsinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en ef maður getur átt að sjá að þau eru trúlega ekta að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélaginu Rífur sig aðeins lausar Já Þannig að þessi svona draumhugsun, hún getur alveg verið haft gildi sko, stundum. Hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðinn kallaði Dr. Bjarna? Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það. Hérna, ef ég næ svo langt, sko, ef þetta verður að veruleika, þá mun ég mikið nota hérna, á hana og segja já, ekki hlusta á hana, hún er ekki doktor. Það er ekki búið tíma að setja vörnina? Nei. Þú hyggur að þetta verður þessu ári eða eitthvað? Já, það er svona talað í haust. Í haust? En ef þetta allt fokast upp, þá er þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér og þá er þetta bara keppni milli þín og mín. Já. Hver gerir meira grín þess? Já, hver hleypur hraðar upp rúlustig á leiðinu niður. Herru, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni. Takk sem leiðis. Og bara þakka þér fyrir skrifiðin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég efast ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur. Já, takk. Takk fyrir mig. Og líka latur að fá kaffi á þér. Er það ekki? Takk fyrir það. Já, einmitt. Og áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.